Þá var gripið í fæturna á henni, hún sparkaði og öskraði og sneri sig við en úr henni fór allur kraftur þegar hún leit álfinn sem hélt hæla hennar. Hann var þakinn blóði sem hafði þegar harðnað utan á honum eins og þunn skel. Álfareiðin hrollvekja huldufólk. Og hér segir frá 3 mennskælingum sem að vinna skólaverkefni álfa og huldufólk og þau fara í vettvangsferð út á land. Í lítið þorp sem að enginn virðist leggja leið sína lengur til en allt í einu orðið svona vinsæll ferðamannastaður. Og því fylgir athygli sem að þorpsbúarnir vilja helst ekki fá af því að það eru alls konar leyndarmál í þessu þorpi sem tengjast furðuverum og dýrhræðum. Ég hef skrifað álfa í barnabókunum mínum en langaði að gera eitthvað allt öðruvísi með þessa bók og breyta álfunum í alvöru ófreskjur, gera þá virkilega viðbjóðslega. Og þetta bók fyrir ungmenni og fullorðna sem hafa gaman af hryllingi. Þetta bók svona í anda Stephen King en alls ekki fyrir börn nema þessu ég fann að lesa Stephen King.